Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín. Konurnar eru í aðalhlutverki í þessum þætti. Við kynnum okkur starfsemi Sóróptimista klúbbs Keflavíkur en þær eru að vinna ákaflega merkilegt starf. En síðan förum við og hittum þingkonurnar Silju Gunnarsdóttur og Oddnýju G. Harðardóttur og ræðum meðal annars við þær Norðurlandaráð en þær eru í forystu þar næsta árið. Við förum síðan á pólska menningarhátíð í Reykjanesbæ. En við hefjum leikinn með þingkonunum. Silja Dögg Gunnarsdóttir var kosin forseti Norðurlandaráðs fyrir árið 2020 en Ísland tekur þá við formennskunni af Svíþjóð. Næsta Norðurlandaráðsþing fer fram í Reykjavík í lok október næsta árs. Oddný Harðardóttir var kosin varaforseti Norðurlandaráðs. Sjónvarp Víkurfrétta hitti þær stöllur við Norræna húsið í Reykjavík og spurði þær út í Norðurlandaráð og fleiri mál. Það ekki hverjum degi sem að tvær Suðurnesjakonur eru kosnar sem forseti og varaforseti Norðurlandaráðs. Komið þið sæla Silja og Oddný. Sæl og blessaður. En má ég bara spyrja, maður hefur oft heyrt Norðurlandaráð, en ég veit ekki nógu mikið það. Ertu til að segja okkur frá, eða þið? Já, Norðurlandaráð var stofnað með minni 1952, eins og svo margar alþjóðlegar stofnanir bara í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar til að svona auka samstarf á milli ríkja og já, þetta samstarf annars vegar á milli alla norrænu þingana og svo á milli ráðherra, framkvæmdavalds ríkjanna. Þar að segja við erum með norræna ráðherranefnd og svo erum við með þing Norðurlandaráðs sem að við Oddný munum leiða núna á næsta ári. Og hvað er mikið mál að vera forseti þarna? Það er rosalega mikið mál. Það er rosalega gaman held ég líka. Þetta við berum ábyrgð þá, eða ég mun þá sem forseti bera ábyrgð á nefndastarfinu vegna þess að Norðurlandaráðsþingi, það er rétt eins og íslenska alþingi, þar eru nefndir ákveðna málaflokka og við tökum fyrir mál og afgreiðum þau og þetta svona hefðbundin í rauninni þingstörf. Þannig að við berum það ábyrgð á fjármálaáætlun þingsins, á nefndastarfi og öllu innra starfi og við erum með 20 manna skrifstofu í Kaupmannahöfn, starfsfólk þar sem við vinnum náttúrulega mjög náið með. Þannig að þetta heilmikil vinna og svo vinnum við líka mjög náið fyrir utan náttúrulega með norrænum þjóðum í þessu samstarfi. Þá vinnum við líka náið með Eystrasaltsríkjunum og Benelux-löndunum og fleiri ríkjum og stofnunum. Oddný, eru þetta mál sem skipta meðaljónin einhverju máli? Sem að þið eru að taka fyrir þetta? Já, einmitt. Þau eru nákvæmlega þannig og við tökum fyrir stóru málin eins og heilbrigðismál, umhverfismál, öryggismál og tengjum saman norrænu gildin, hvað það sem við viljum standa vörðum og hvað það sem við viljum fara með í gegnum öll þingin og fela ríkisstjórnunum að gera. Og sem dæmi þetta að þá var samþykkt stefna samfélagsöryggi á þessu síðasta þingi og það var ekki hernaður eða neitt slíkt, heldur gerum við okkur grein fyrir því að það er alls konar vá sem getur steðið að samfélagunum. Það eru farsóttir, það eru tölvuárásir, það er loftslagsvá, það eru eldgos og jarðskjálftar og allt þetta sem við þekkjum. Og þar vorum við að segja, og Norðurlandaráð mjög skýrt, hvað það sem við vildum að ríkisstjórnarnir gerðu til þess að sameina krafta, þekkingu og tól. Þannig að ef eitthvað svona kemur upp í einu landi að þá sameinast allir að hjálpa til. Og allar kannanir sem hafa verið gerðar norrænt samstarf kemur í ljós að 91% Norðurlandabúa vilja aukið samstarf og fremst nefna samfélagsöryggi og svo velferðarmál. Og svo bara þessi norrænu gildi, menningu og sögu sem við viljum standa vörðum. Þannig að eigum við Íslendingar fullt sammerkt með okkar frændþjóðum að sjálfsögðu. Það verið að horfa í það líka. Í praktískum atriðum. Við erum lík þeim að mörgu leyti og þannig að það eru mörg mál sem að þið getið unnið saman að. Já, og við fáum hugmyndir og þetta eru stærri þjóðir. Það að segja stóru þjóðirnar, síðan eru auðvitað minni, Færeyingar og Grænlendingar og Álands þarna líka, sem að
hafa oft gefið okkur góðar hugmyndir sem við höfum síðan hent eftir. Og við græðum á þessu samstarfi alveg örugglega. Já, ég ætla eiginlega að fara að spyrja því sérlega, erum við að græða á þessu? Svona sem eina af litlu þjóðunum í þessu náttúrulega? Alveg klárlega og við erum að fá mjög mikið út af þessu samstarfi og það kannski fólk velti fyrir sér núna, þú veist, hvað er þetta áþreifanlega sem við erum raunverulega að fá út af þessu? Og það er til dæmis svona rauði þráðurinn í okkar starfi er afnám stjórnsýslu hindrana. Það er að segja svona laga og reglna sem að komi í veg fyrir það að við njótum sömu réttinda á hinum Norðurlöndunum. Við viljum gjarnan geta fært okkur frjálst á milli og til dæmis fengi okkar menntun viðurkennda og fengi heilbrigðisþjónustu og annað þegar þess þarf. Þannig að við leggjum mikla áherslu á þá vinnu og til dæmis eitt af þeim málum sem að við í Íslandsdeildinni, við erum 7 Íslandsdeild Norðurlandaráðs hér skipuð á Alþingi, það er að það verði leyft að gefa út svokallega rafræna fylgiseðla með lyfjum. Það er að segja að þú gætir það farið í þitt apótek og pantaðir fylgiseðil með lyfinu sem að skýrir aukaverkanir mögulegar eitthvað svoleiðis á þínu móðurmáli, hvort sem þú ert Tælendingur eða Pólverji eða Íslendingur eða Bandaríkjamaður. Þetta myndi líka þýða það fyrir okkur, óbreyttan Íslendinginn, að við getum verið með sameiginleg innkaup með hinum Norðurlandaþjóðunum og fengið þar af leiðandi lyfin á hagstæðara verði, sem myndi náttúrulega skipta mjög miklu máli. Svo annað sem við kannski líka? Já, algjörlega. Og það er kannski stóru stjórnsýsluhindranirnar að fá starfsmenntun metna á milli landa. En það er eitt sem að mér finnst að við á Alþingi getum lært af Norðurlandaráðsþinginu. Það er samstarfið og hvernig norrænu þjóðarnir komast að málamiðlunum. Í Norðurlandaráði, þó við séum með þingmenn og svo ráðherranefnd, að þá er engin meirihluti eða minnihluti sem er starfandi. Heldur eru bara flokkahópar og það koma fram þingmál og við ræðum þá í flokkahópunum og svo finnum við ykkur leið til þess að lenda málum. Mjög lausnamiðuð vinna. Það er allt mjög lausnamiðað. Þannig að það er engin, menn fara ekki í stjórnarandstöðu sem við gerum svolítið oft á Alþingi, heldur leggjum okkur fram við að, þú veist, miðjuhópurinn sem að Silja í gerir ykkur athugasemd við tillögu frá okkur jafnaðarmönnum og þá reynum við einhvern veginn að finna leið til þess að koma málun í gegn. Þannig að þetta er mjög gott. Þetta er mjög gott og líka varðandi þessi sameiginlegu gildi að þetta samstarf, eins og Oddný kom aðeins inn á áðan, það er ég er ekki að segja að það sé alltaf auðvelt að finna leiðir til málamiðlana en hins vegar er það, nú hef ég verið mikið í öðru utanríkisstarfi á vegum þingsins með utan Norðurlandana og það er oft auðveldara að finna leiðirnar, sameiginlegu leiðirnar í Norðurlandaráði en annars staðar vegna þess að við deilum þessum sameiginlegu gildum sem eru mannréttindi og lýðræði og velferð og það er, og náttúrulega jafnrétti, náttúrulega er mannréttindamál og þetta er svona gegnumgangandi alveg í okkar, hvað varðar okkar gildi. Þannig að ég held að, og sumir segja það að til dæmis, sjálfstæðismaður frá Íslandi á mögulega meira skoðanalega sameiginlegt með jafnaðarmanni frá Norðurlöndunum heldur en kannski einhverjum hægrimanni frá, ég veit það ekki, Ítalíu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við erum svolítið svona lík og margt sem tengir okkur. En gullið okkar á Norðurlöndum er traustið. Já. Það er meira traust á milli manna og til stofnana á Norðurlöndum heldur en annars staðar og það er auðvitað friðurinn og friðsamlegar lausnir og svo frjálst samfélag. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. Hótel Keflavík, JVM EHF, HS Veitur, Samkaup HF, Fríhöfnin, TSA EHF. En þá segjum við þetta gott að Norðurlandaráði og hingað heim. Þið eru að berjast alla daga í þinginu líka og hvað eru svona stærstu málefni sem að snúa að Suðurnesjamönnum þessa dagana? Nú það er eins og svo oft áður og ég held að svo vinna taki nú bara engan enda að það eru stofnanirnar okkar á Suðurnesjum sem að við erum stöðugt að berjast við að fá ásættanleg fjárframlög til reksturs fyrir til þess að tryggja okkur Suðurnesjamönnum sambærilega þjónustu og aðstöðu eins og öðrum landsmönnum.
og það er náttúrulega heilbrigðisstofnunum okkar og menntastofnunum okkar sérstaklega sem við höfum svona verið að leggja áherslu á. Ég veit ekki hvað skal segja, maður allan telur sér trú það að einhverju séum við alltaf að fá áorkað og mér finnst vera meiri skilningur núna heldur en þegar ég byrjaði á þinginu fyrir 6 árum þess að við Suðurnesjamenn höfum stöðugt að benda á að þessi reiknilíkön sem að notuð eru til grundvallar í fjárlagavinnunni séu skökk, það sé ekki tekið tillit til gríðarlega mannfjölgunar sem að verið hefur okkar svæði undanfarið og til dæmis að flugvöllurinn okkar, alþjóðlegu flugvöllurinn er nú staðsettur þarna verður vonandi ókomin ár. Og mér finnst skilningur innan ráðuneytanna vera aukast en auðvitað vildum að sjá breytingarnar gerast hraðar og við skulum sjá hvernig þessu líkur núna rétt fyrir jólin þegar við ákveðum fjárlögin. Þú hefur nú látið tíðin taka í þessu máli? Já, og ég er alveg að missa þolinmæðina sko. En nú var það þannig að þingið allt samþykkti að horfa sérstaklega til Suðurnesja og setja starfshóp í gang til þess að fara yfir þjónustu ríkisins við íbúa Suðurnesja og mér fannst það, ég var mjög ánægð með að það skyldi fara í gegn því það var svona viðurkenning á því að þarna ætti að kíkja sérstaklega á þennan landshluta. Núna, og nefndin átti að skila 1. desember og hugmyndin hjá mér með þeirri dagsetningu var að við gætum þá fengið einhverja tillögur inn í fjárlögin. Þessi nefnd er ekki enn búin að hittast, það er búið að boða til fundar, en fyrsti fundurinn hefur ekki átt sér stað. Þannig að mér finnst þetta ótrúlegu seinagangur og það er ekkert að sjá, þegar ég segi ekkert, þá er það kannski eitthvað pínlítið hér og þar sem að varla telur. En það er engin sérstaða sem þú sérð í fjárlögunum fyrir Suðurnesin. En sérstaða Suðurnesja er svo hrópandi því á undanförnum 6 árum hefur okkur fjölgað rúm 30%. En meðan á hverju ári er gert ráð fyrir eitthvað svona rétt 1% fjölgun þegar verið að reikna út fjárframlög til ríkisstofnana. Og ég meina fólk á Suðurnesjum veikist og slasast og allt þetta eins og aðrir landsmenn og við þurfum á heilbrigðisþjónustu að halda, við þurfum á góðri menntaþjónustu að halda, símenntun fyrir fólkið okkar sem er því miður allt og margt atvinnulaust núna. Í Reykjanesbæ eru 6,5% atvinnulausir, 6,4% í Suðurnesjabæ, aðeins minna í 5, eitthvað í Vogum, meðan það lítið atvinnuleysi í Grindavík. Meðaltali á Suðurnesjum er atvinnuleysi 5,2%, meðan það er 3,8% á höfuðborgarsvæðinu öllu. Það verður að líta sérstaklega til Suðurnesja. Íbúa samsetningin er líka mjög sérstök og hún er líka kostnaðarsöm. Silja, þú ert í meirihlutanum í ríkisstjórninni. Hvernig stendur á þessu? Þetta er bara rosalega góð spurning. Ef ég vissi að það væri ég bara búin að redda þessu. En þetta er náttúrulega bara eins og við líkjum eins og stundum við risastórt olíuskip sem er búið að ganga einhvern veginn sömu leiðina áratugum saman og við erum að reyna að breyta stefnunni og eins og ég segi, maður væri ekki í þessari baráttu ef maður tryði ekki á að maður næði fram einhverjum breytingum fyrir rest og ég vissi talið ég settist á þing að það myndi reyna mjög mikið á minn veikasta hlekk sem er óþolinmæðin sko. Þetta allt saman þegar þú ert að tala stjórnsýslu og breytingar, það tekur þetta allt saman rosalega tíma en það þýðir samt ekki það að við megum bara afskrifa að breytingar geti nokkur svona átt sér stað. Þetta er bara eilíft að vera að minna á sig og það sem ég hef líka sagt. Þetta er ekki bara, maður upplifa stundum þetta sé okkar þingmannanna bara að breyta þessu bara með handafli sko. Þegar við erum nú ríkisstjórn og við erum bara pólitíska ákvörðun, þetta er einfalt og eitthvað bla bla bla. Þetta tekur tíma, þetta er erfitt og þetta þarf, við þurfum mjög mikla samstöðu sem að ég tel að setja staðar á Suðurnesjum á milli þingmanna, íbúa og sveitarstjórnarmanna. Þetta er ekki einhvers eins að tveggja að þriggja að breyta þessu þegar við erum að taka þetta stóra skip og snúa þetta betri vegar sem við erum nú að reyna að gera. En það er örugglega eitthvað gott í gangi, eða ekki? Einhver góð mál? Ég bara er ekki búin að sjá þau sko. Við fengum 90 milljónir á fjárauka nú eftir fall WOW sem var sett inn í menntastofnun meðal annars á Suðurnesjum sem var mjög gott og nú hefur Fjölbrautaskólinn hafið framkvæmdir við að bæta við skólastofum sem var orðið mjög brýnt að gera. Þannig að vissulega, það er verið að gera eitthvað en það þarf að gera meira og þetta þarf að gerast hraðar. Mannfjölgunin hefur verið mjög hröð og mjög sérstök eins og Oddný bent á og þá er íbúasamsetningin líka sérstök á okkar svæði
sem að taka þar tillit til í fjárlögum og líka staðsetning flugstöðunar. Þaðan að koma sjúklingar og miklu sjúkraflutningar þegar það var stór aukist. Við erum með vinsælasta ferðamannastað landsins, Bláa lónið, og eins og ég segi, mér finnst skilningunum vera að aukast í ráðuneytunum, en þetta náttúrulega bara vinna og það þarf bara að halda áfram að grafa skurðinn. Mér finnst þetta vera einfalt. Það bara vilji, það vilji sem þarf og til þess að láta Suðurnesjamenn fá fjármagn, til þess að setja almennilega þjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntun, löggæslu, almenningssamgöngur. Þetta allt saman hagur almennings og íbúan á Suðurnesjum sem eru tæplega 30.000 talsins. Ég kannski vil koma það að við þingmenn á Suðurnesju, á suður kjördæmis, ég og Oddný og aðrir þingmenn, við erum 10 þingmenn á suður kjördæmi úr öllum flokkum, að við höfum verið mjög samtaka varðandi málefni svæðisins, þó okkur greini stundum á og það kannski auðveldara að gagnrýna þegar maður í stjórnarandstöðu heldur í stjórninni. En ég held að við séum sammála flest og við til dæmis vorum öll á tillögu Oddnýjar varðandi að tekið sérstakt tillit til Suðurnesjanna, þetta sem hún nefndi hér áðan. Og svo var ég að leggja fram þingsályktun nýlega þar sem varðandi að farið verði stefnumótun varðandi framhaldsmenntun á Suðurnesjum. Og þar eru allir þingmenn Suðurkjördæmis meðflutningsmenn og þannig að við fundum reglulega og tökum stöðuna á okkar verkefnalista, hvað gengur og til dæmis, þannig að við fundum reglulega með ráðherrum málaflokka og brýnum fyrir þeim hvað okkar áherslur og hvað við heyrum heima, sko. En það alveg satt, að okkar fundir eru jákvæðir og góðir, en svo þurfum við fáum í hendurnar eins og fjármálaáætlun til næstu 5 ára og förum og leitum að okkar stofnun, að þá bara lækkun, ekki hækkun, sko. Það lækkun á árinu 2022 og þá fallast mann algjörlega hendur, þetta á að vera einhvern veginn öðruvísi. Já, ef maður verður ekkert hress, náttúrulega, þess vegna eins og ég segi, þetta vinna og við erum ekki búin að afgreiða fjárlögin og núna bara vinnan að laga þetta og breyta þessu áður en að þau greitt fyrir atkvæði þau núna í seinni partinn í desember. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. Bílrúðuþjónustan EHF, Bergraf EHF, Nesraf EHF, Essi Raflagnir EHF, Lagnaþjónusta Suðurnesja EHF, Blue Lagoon Ísland. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Sóróptimistarklúbbur Keflavíkur vaxandi félagsskapur kvenna, en í lok nóvember hefst sérstakt verkefni sem sóróptimistar vekja athygli á, en alþjóðasamband þeirra hefur barist gegn kynbundnu ofbeldi í áratugi. Sameinuðu þjóðurnar hafa valið 25. nóvember dag vitundarvakningar útrýmingu kynbundis ofbeldis og markar hann jafnframt upphaf 16 daga átaks gegn því. Ýmis samtök, fyrirtæki og einstaklingar allan heim hvetja til afnáms ofbeldis gegn konum og stúlkum. Þessu sérstaka átaki lýkur á mannréttindadegi Sameinuðu þjóðanna 10. desember sem jafnframt alþjóðlegur dagur sóróptimista. En hvað eru sóróptimistar konur á Suðurnesjum að gera? Jú, þetta kvennaklúbbur eða samtök kvenna sem hefur verið starfandi næstum því 100 ár og á Íslandi í yfir 50 ár. Okkar klúbbur 45 ára? Já, verða. Já, og við erum hérna svona fyrir konur, samtök fyrir konur. Þetta í rauninni konur að vinna fyrir konur og stúlkur. Það fyrst og fremst það sem sóróptimista gera. Beita sér í þágu kvenna og stúlkna. Og það gert allan heim, ekki bara á Íslandi, því að við erum líka, klúbbarnir rauninni innsti kjarninn, svo landsamband, svo Evrópusamband og það alheimssamband. Þið eru hérna á Suðurnesjum, hvernig gengur starfi hjá okkur hér? Það gengur bara mjög vel
og sem betur fyrir fjölgaði okkur mjög mikið bara í vetur, eða síðslegin vetur, fengum margar frábæra konur inn, þannig að við bara erum mjög bara spenntar fyrir næstu verkefnum, en það stórt verkefni núna framöndan hjá okkur. Hvað eru þið margar? Við erum 43. Við erum bara einn af stærstu klúbbum á landinu sem náttúrulega bara frábært. Eru eitthvað sérstök verkefni sem þið getið nefnt svona sem að þið hafi verið að vinna í á undanförnum árum? Hér á svæðinu, við höfum verið að styrkja ýmis málefni eins og til dæmis Björgina og erum mjög stoltar af því að koma þar inn. Við styrkjum alltaf velferðarsjóð kirkjunar á hverju ári og svona í gegnum tíðina þá hafa þroskahjálp og aldraðir hafa notið góðs af okkar vinnu og núna erum við svona að stefna á stórt verkefni sem að byrja núna seinna í nóvember. Og heitir á íslensku því fallega nafni Róða gillum heiminn og það er nú ástæðan fyrir að við erum svona appelsínugular í dag. Það er sem sagt liturinn sem að einkennir þetta verkefni sem að er barátta gegn kynbundnu ofbeldi sem gagnvart konum og börnum. Þetta tiltekna átak hefur verið, Sóróttumistar hafa tekið þátt í þessu, mér skilst í cirka 30 ár, það er að segja á svona alheimsvísu, þó að við höfum kannski ekki verið mikið að blanda okkur í þetta fyrir núna. Þannig að það er svona, okkur finnst það svolítið spennandi og erum mjög spenntar fyrir komandi dögum. Hvað getið sagt meir þetta verkefni? Við erum búin að fá nokkuð fyrirtæki með okkur hérna í liðið í bæjarfélaginu sem hafa tekið okkur alveg ótrúlega vel með við tíminn sem við höfum verið að þessu að fá þau til að lýsa upp byggingarnar sínar í þessum óraslita lit ætla ég að segja og þannig að það eru helstu eins og bara sjúkrahúsið og Ísafía en sem betur gátu kannski ekki vera með okkur alla dagana en við bara þakklátt fyrir hvern dag. Sóróttumistar þeir eru með vinna samkvæmt 5 verkefnakjörnum og það er valdefling kvenna og það er ofbeldi gagnvart konum og það er heilbrigði kvenna og umhverfismál og menntun. Þannig að þetta verkefni sem er náttúrulega búið að vera eins og Steinþóra sagði búið að vera baráttumál í heiminum í ykkur áratugi og er að koma núna fyrst til okkar á svona svolítum þunga að það fellur náttúrulega svo vel að þessum kjörnum sem við erum að vinna að. Og við, klúbburinn hér, tók sérstaklega ofbeldi kvenna eða gegn konum upp á sína arma eftir stóra verkefnafund síðasta starfsári og fengum meðal annars fyrirlestu frá Súsönnu Björg sem að vinna hjá lögregluembættinu sem var með ýmsar tölfræðilegar upplýsingar ofbeldi. Ekki bara svo sem gagnvart konum og börnum, ég menna karlar verða líka fyrir ofbeldi og okkar samtök svo sem líka nýtast og gagnast körlum jafnt sem konum þó við séum að horfa kannski meira þangað. Þannig að við ætlum í rauninni að horfa svolítið á þetta hvað getum við gert, hvað getur klúbburinn gert og ætlum líka að fara yfir í valdeflingu kvenna því að við trúum því að með því að efla konur að þá getum við í rauninni nota það til þess að sporna gegn ofbeldi, þannig að við tökum í rauninni 2 verkefni af þessum 5. Alþjóðasamband Sóróttumista starfar með ýmsum stofnunum Sameinuðu þjóðanna og öðrum frjálsum félagasamtökum. Sóróttumistar eiga ráðgefandi fulltrúa með málfrelsi hjá stofnunum Sameinuðu þjóðanna í New York, París, Genf, Róm og Vín. Markmið Sóróttumista eru þau sömu og markmið Sameinuðu þjóðanna, friður, skilningu meðal þjóða heims og stuðningu við mannréttindi. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum, samkvæmt útnefningu Kredit Info. Skólamatur EHF, Regan EHF, Verkfræðistofa Suðurnesja, Kaffi Dús, Skipasmíðastöð Njarðvíkur HF, Bílrúðuþjónustan EHF. Við þakkum fyrir áhrifu, minnum á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út fréttablaði hverja einustu viku sem er dreift inn á öll heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum. Við erum með nýjar fréttir á Víkurfrétta vefnum www.ff.is alla daga vikunar
Og fyrir kylfingana á Íslandi erum við á kylfingur.is með golffréttir alla daga. Þið getið séð þennan þátt á Víkurfréttavefnum og eldri þætti og sömuleiðis á hringbraut.is. Við endum þáttinn á pólskum nótum, á pólsku menningarhátíðinni sem haldin var á Nesvöllum síðustu helgi. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl.